Félagsmálaráðherra segir að ekki verði ráðist í almennar niðurfellingar skulda. Það sé ein af forsendum samstarfsins við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Ekki sé í mannlegu valdi að bæta fólki það sem gerðist í bankahruninu. Hagsmunasamtök heimilanna gagnrýndu í gær harðlega skuldaaðlögun nýja Kaupþings sem kynnt var á dögunum. Í áliti sem sent var fjölmiðlum segir að jafnvel virðist sem markmiði sé að fría stjórnvöld frá þeirri ábyrgð að tefla fram raunverulegum og sanngjörnum lausnum fyrir heimilin í landinu. Það þurfi að afskrifa hluta skuldana. Árni Páll Árnason, félags- og tryggingamálaráðherra, segir ekki hægt að ráðast í almenna niðurfellingu skulda. Það þýddi að fólk sem ekki stofnaði til þeirra greiði fyrir hina sem stofnuðu til skulda. Peningarnir hverfi ekki. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur verið sammála ríkisstjórninum það frá upphafi. Það er eina forsendunum fyrir því samstarfi að það verði ekki lagðar almennar byrðar á almenning umfram það sem þegar er orðið vegna efnahagshrunsins. Og í því felst þá jafnframt að ekki verði almennar skulda niðurfellingar að ræða. En eru þá svona úrræði það besta sem að má búast við að fólki verði boðið upp á? Já, ég held að það sem er nauðsynlegt að við höfum sé að bankarnir geti verið í stakk búnir til þess að taka á málum sinna viðskiptavina og koma lánum í greiðsluhæft form. Við höfum leitt í lög úrræði fyrir alla þá sem í raunverulegum vanda með að standa í skilum við skuldbindingar sína. Hagsmunasamtök heimilanna benda á að skuldaaðlögun nýja Kaupþings gerir ráð fyrir að gengistryggðum lánum verði breytt í krónulán miðað við gengi dagsins. Heimilin sitji uppi með gengistapið. Árni Páll segir það álitamál hvort það sé óásættanlegt að eign fólks rýrni við þær aðstæður sem Íslendingar hafa gengið í gegnum. Það er einfaldlega ekki í mannlegu valdi að skrúa klukkuna tilbaka og bæta fólki það sem raunverulega gerðist. Það var hrun og við erum öll að kljást við afleiðingarnar af því.